Jæja, Davíð Þór, til hamingju með þennan sigur og þið þurftu heldur betur að hafa fyrir þessu. Já, þetta var alveg leikur, við vorum svona smá taugaspenna hjá okkur, sérstaklega fannst mér fyrstu 15, 20, 25 mínútur, en Hvað veldur því? það bara fyrsti leikur í móti og svona bara fiðringur í mönnum og það svona mismunandi hvernig það fer í menn og fókus ekki alveg nógu vel í okkur, en þetta endaði vel. Endaði vel á frábær sendingu við þér í fyrsta markinu. Já, hún var góð. Ég hitti hann vel og Lenny náttúrulega góður í þessu. Þegar hann með smá pláss fyrir aftan vörnina, þá þarf sendingi svo sem ekkert að vera frábær. Hann náttúrulega mjög fljótur og klókur og hann kláraði þetta náttúrulega frábærlega. Þetta rétt skilja á mig, eru þið svolítið þungir á okkur? Ég kannski leit þannig út í dag, ég veit það ekki. Ég hef nú aldrei verið beint léttur á mér, þannig að ég kannski ekki rétt Svona liðið? Já, við vorum allavega svona ekki jafn léttir á okkur og þegar við erum upp á okkar besta, en ég held að það sé svo sem allt í lagi. Í byrjun móts þá sért ekki alveg 100% í topp spilformi. Ég held að það sé ágætt að vinna sig bara inn í það. Þið klárið þetta svona í seinni hálfleik, hafðir alltaf tilfinningur að þetta myndi sigla. Þeir fengu nú 2 færi, Gunnar vel, Arve svakalega vel. Já, þetta er það sem hann á að gera þetta í markinu. Þannig að það er ekkert annað. Það var gott að hann gera það. En nei, þeir voru bara, þetta var bara hörkuleikur og þeir voru klárlega inn í honum, en svo náttúrulega eru þeir að reyna að jafna með því að setja inn bæta við sóknarmönnum og við náttúrulega bara vorum bara vel útfærað sóknir á okkur sem við kláruðum þetta og það er náttúrulega líka bara þannig að þú skiptir svo sem ekkert öllu máli hvenær þú skorar mörkin og Gunni hélt okkur inn í þessu einu sinni tvisvar og svo bara náðum við að þegar þeir opnuðu sig að refsa þeim fyrir það og út af það gengur þetta. Andrúmsloftið hérna í dag, það var svolítið magna. Ég var sjálfur í stúkunni og þetta var með því betra sem ég hef bara upplifað. Já, það var virkilega góð stemming og fólk var mætt snemma á völlin sem er alltaf gaman. Ekki bara að sé tínast á völlin 10 mínútur eftir að leikurinn byrjar. Kötturarnir, alltaf gaman á kötturunum, þeir voru flottir jakkarnir þeirra og okkar menn í mafíunni fannst mér líka bara að vera mjög öflugir og Star Wars var hann ekki flottur, Stormtrooperinn. Segðu mér er eitthvað frétta með bróðinn, nú fer hann út af, getur sagt okkur eitthvað með þessi meiðsli? Nei, hann fekk bara þegar aukaspenna var og Kasim og Gunni og Bjarni hoppi upp í boltan, hann lendi bara milli þeirra og fær eitthvað högg á mjöðmina. Ég veit svo sem ekkert, en það er svo sem ekkert nýtt að hann Bjarni fái högg á sig. Hann er sá leikmaður í heiminum sem hefur orðið fyrir mestum skakkaföllum. Já, skakkaföllum, það er alveg ótrúlegt. Þannig að það er ekki leikur sem hann spilar og hann mætir á æfingu daginn eftir og er ekki haltrandi. Þannig að þetta er ekkert nýtt, hann hlýtur að hrista þetta sér. Ég vona það besta og skilaði kveðju til hans frá okkur. Takk fyrir þetta, Davíð minn.